Það ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum að þessu sinni upp í Flugsafni Íslands hérna við flugvöllinn á Akureyri í hreint stórkostlegu umhverfi. Og við ætlum hvorki meirinu minna en að ræða aðeins við Sen Búddaprest sem að fara að flytja sálma í kirkjum landsins og hefur verið að gera það í jazzútgáfu. Já. Þetta ein mesta mótsögnarkynningu sem ég bara held ég farið með í sjónvarpi. Velkomin til okkar. Já, takk fyrir það. Þetta ekki bara ólöglegt? Jú, þetta eiginlega jaðra við það, sko. Má eiginlega segja. Þú verður eiginlega útskýrt þetta fyrir okkur. Já, útskýrt þetta fyrir okkur. Já, ég eiginlega, sko, geti eiginlega alltaf útskýrt þetta sjálfur. Þetta bara gerðist, sko. Þetta var ekki eins og þetta var eitthvað plan svona frá upphafi. En jú, það rétt. Ég Búddaprestur og píanóleikari og hvað er meira? Kennari. Jazzisti. Jazzisti, já. Já, ég, svo ég að reyna svona einhvern veginn að sameina þetta og búa til eitthvað skemmtilegt. Við vorum að tala um áðan að jazzin áttunum uppræðan hafa komið frá djöflunum, að komið neðan. Já. Og svo ertu þarna inn í kristnu kirkju og ert svo sjálfur Búddaprestur. Já, ég segi það. Þetta er svona dálítið skitsó, ég viðurkenni það. Já. Og hvar nærðu jafnvæginu? Ég eiginlega, sko, þegar ég byrja að spila, þá gleymi ég þessu öllu saman, eiginlega. Þannig að þá er það bara tónlistinn og þá held ég líka að þetta sem svona, fólk alltaf að setja í dilka, sko, hann er svona og hann er svona og hann er svona. Kannski verður bara þannig að það bara, fólk sér þarna bara einhverja manneskju sem spilar á píanóið og kannski hjálpa fólki svolítið að vera ekki enn til að setja allt í dilka. Sem að mörgum finnst óþægilegt að geta ekki sett einhvern veginn. Já, einmitt. Svo kannski byrjar það bara á því aftur þegar það fer af tónleikum. En þá kannski setur minningin aðeins í. Segðu okkur samt aðeins frá þessu, hvenær fórstu í Búddatrúna? Ég hef búin að vera í því í 20 ár eiginlega. Já. Og hugleiða og ég var náttúrulega eiginlega dálítið mikið á hinum endanum því ég var í milljónamæringunum frá upphafi eiginlega og ferðaðist á landið í svona með öðruvísi sálma og annan boðskap. En já, og svo eiginlega gerðist þetta. Ég fór að hugleiða og þetta svona eitt leitt af öðru og það var reyndar alltaf draumurinn að spila á píanóið, jazz og þetta improvisera og finna svona frelsið í tónlistinni, það var alltaf mér dálítið hugleikið og mér langaði alltaf til að gera það. Og jazzin náttúrulega þess eðlis að þú getur þetta ekki alveg fyrirfram ákveðið, þú getur alveg sem mikið. Nei, það nefnilega ekki og við vorum að æfa í gær, fara yfir sálmann og þeir eru einhvern veginn aldrei eins þegar við spilum það og það bara svolítið gaman að því. En af hverju sálmar og af hverju kirkjur? Já, sko, kannski líka út af þessari svona huglægu tengingu sem ég hef alltaf haft svona áhuga. Ég hef alltaf haft áhuga á lífinu, ég hef alltaf svona undrast yfir lífinu bara frá því ég var barn og mér hef alltaf langað til að vita eitthvað meira það og svona ég síðan erfði sálmabók eftir ömmu mína, svona gamla sálmabók og ég fór svona í blaði í henn og mikið af sálmónum sem myndu mig á hana og hún hafði mikil áhrif á mig. Og líka sálmar, þetta eru kannski frá 14. og jafnvel eldri öld, sko. Og mér finnst það líka bara áhugavert ferðalag fyrir sálma, byrja einhvers staðar á 13. öld og einhvern veginn farið gegnum Evrópu og inn í Skandinavíu og upp á Ísland og enda á geisladiski hjá Ástvaldi Traustasyni 2000 eitthvað. Þetta er bara svolítið svona áhugavert ferðalag. Og líka bara lag eða laglína, melódía sem að lifir svona lengi, hún þarf að hafa ákveðin element. Og það er mjög mikill arfur í þessu, bæði kannski, tónlistarlega séð. Og svo er þetta kannski svolítið svona gluggi inn í fortíðina, hvernig var tónlistin þá og þetta eru gömul poplög, þetta voru lögin sem fólk kunni og söng og svo voru þetta náttúrulega lögin sem og sálmarnir voru sungnir við svona bæði sorgleg tímamót og gleðileg í svona
vegferð mannsins, má segja. Og sko, þegar maður kemur inn sem áhorfandi, maður þá að fara á skemmtun eða maður að fara í andlegt ferðalag með eða hver er svona tilgangurinn? Já, kannski bara bæði. Ég er svona oft ég nú með húmórinn líka svona uppi við og já, ég hugsa að sé svona jafnvel bæði. Eða kannski bara ekkert að skilgreina. Kannski bara upplifa það bara. Já, vildi bara upplifa það. Það er líka þannig þegar maður kemur fram að það er líka aldrei eins. Stundum er maður með fleiri brandara svona takteinunum og svo koma svona kannski moment sem eru meiri svona kyrrð og hugleiðing í sjálfum sér. En ef maður vill upplifa þetta, hvert fer maður? Já, ég ætla að vera á morgun í Dalvíkurkirkju Morgun laugardag? Á laugardaginn. Og síðan á sunnudaginn hér í Akureyrarkirkju klukkan 4. Og ætlarðu víðar? Ekki bili, svo hef ég áhuga á því að gera það og gera víðreist. Ég verð samt að fá að vita með prestinn, ef að fólk hefur nú áhuga á því að kynna sér senbúddatrú. Hvar ertu? Ertu prestur einhvers staðar? Já, við erum á Grensásveginum í Reykjavík, Grensásvegi 8. Og við erum líka með sen.is, sen.is. Þannig að fyrir þá sem hafa pínu áhuga á því að kíkja á það líka Já, það er bara alveg velkomið. Og ég vona að því að þetta hafði nú kannski ekki upplýst beint að ég væri búddaprestur. Ég sagði eiginlega ekkert frá því, ég vona að prestarnir taki bara vel á móti mér. Já, En þannig kem ég ekki þannig fram sem einhver sem ætlar að fara að segja eitthvað. Ég er nokkuð viss að guðshúsin séu nú bara opin fyrir mannskepnunni. Já. Er það ekki? Eru ekki komið þangað? Jú, og svo hef ég líka bara mjög sterka tengingu í kristnina og kirkjurnar. Það hefur alltaf verið líka. Það er ljómandi gott. Gaman að fá þig. Já, takk fyrir Ég vona að fólk bara alveg meira áttar að koma til ykkar. Mæti á Dalvík og Akureyri og upplifið þetta. Dalvík klukkan, hvað sagðirðu? Það er á Dalvík á morgun, laugardag, klukkan 5. 5 og 4 í Akureyrarkirkju. Og 4, já, þetta er svolítið ruglandi. Nei, þetta er ekkert ruglandi. Bara rifja þetta upp. Takk fyrir að koma. Ok. Svo fáum við nú smá kirkjutónlist Já, við erum eiginlega svolítið í því og ætlum að fá hann Friðrik Ómar í heimsókn til okkar en hann er líka að heimsækja kirkjur.